Þannig bara fyrst óskaði til hamingju með sæti á EM, bara hvernig líður með þetta? Mér líður ótrúlega vel og bara mega sátt að vera að fara til Sviss eftir ár. Hvernig var að vinna Þýskaland 3-0? Bara mjög súrrealist. Ég ennþá bara að fatta þetta, ég er búin að vera í sjokki síðan dómarinn flautaði þetta af sko, en bara geggjuð tilfinning. Hvernig líður bara með leikinn, hvernig var að spila? Bara svona byrjum vel, mjög sterkt og maður fann kraftinn með okkur og þessi kraftinn í stúkunni er alltaf gott, það er svona margir mættir og svo bara náðum við að pirra þær mjög mikið og náðum að setja 3 mjög góð mörk. Fannstu fyrir pirring í þeirra liði? Já, maður var alveg farin að taka eftir honum. Og þú veist, í hvernig formi var það? Voru það að láta heyra í sér eða? Já, bara svona pirra sig sjálfar og voru einhvern veginn meira bara einstaklingar heldur en saman og farnir að sparka eftir okkur og svona. Hvernig er alltaf hreinu á móti Þýskaland? Bara geggjað sko, bara galið, ótrúlega gaman. Þú talar aðeins bara stemningun hérna, bara nánast full stúka af síma mót stelpum að styðja við ykkur, hvernig var það? Það er ótrúlega skemmtilegt, maður hefur náttúrulega sjálfur farið á þetta mót og síðan maður var það lítill dreymt að fá að spila á Laugardalsvelli þannig að bara heyra í þeim og syngja þjóðsönginn með manni er bara geggjuð tilfinning sko. Ertu búin að, þú veist, hugsa í mörg árum EM? Ég fór náttúrulega með U19 í fyrra og það var ótrúlega svona góð reynsla og hugsaði einmitt beint eftir það bara ég er að fara að gera þetta aftur. Gott að vera komið með það sæti? Já, alveg frábært og já, bara hlakka til sko. Aðeins bara það sem voru að spila fyrir fram að þig, þær áttu allar bara mjög góðan leik. Já, þetta var þannig séð frekar þægilegur dagur á skrifstofunni hjá mér sko og bara geggja fyrir Ingibjörgu að setja fyrsta markið sitt og ég veit ekki einu sinni hvernig Glóts fór að því að bjarga þarna á línu einu sinni en bara frábært lið og geggjuð liðsheild og bara geggja að fá að vera hluti af þessu. Þú ferð þarna niður í seinni hálfleik, hvað gerist? Ég fekk svona hæl í lærið og hugsaði líka að vera fínt að fá smá stopp til að ræða málin. Ég veit allavega að Steini var ánægður með þetta leiklið þegar ég ræddi við hann áðan. Já, það er bara gott að við gátum þjappað okkur saman og siglt þessu síðan heim. Hvernig er stemningi búin að vera inn í klefa? Frábær, við erum búin að vera að syngja tralla bara í nánast klukkutíma eða eitthvað, þannig bara geggjuð stemning. Til hamingju með þetta, Fanný. Takk fyrir.